Katar og Bandaríkin vona að hægt verði að miðla málum á milli Ísraels og Hamas á næstu dögum. Ísrael segir rannsakar mögulega stríðsglæpi hermanna sinna á Gaza. Löngu tímabærar fallvarnir verða settar upp Klausturselsmegin við Stuðlagil í sumar en það hrapaði kona til bana í fyrra. Landeigandi segir að skipulagsmál hafi tafið úrbætur. Barnamálaráðherra segir sláandi hve mikið tilkynningum til barnaverndar hafi fjölgað. Bregðast þurfi við og auka forvarnir. Mun fleiri og stærri byggingar gætu risið í Þórsmörk en eru þar nú, miðað við auglýsingar sveitarfélagsins á lóðum sem eru þar til leigu. Staðarhaldari í Básum vonar að ekki verði gerðar of miklar breytingar á svæðinu. Metfjöldi tók þátt í Pride-göngu í Búdapest í Ungverjalandi í dag, sem stjórnvöld höfðu bannað. Það er ákveðin afstaða að mæta, segir formaður samtakanna 78 sem var í göngunni með hópi Íslendinga. Gott kvöld. Ísraelsher hóf í gær rannsókn á mögulegum stríðsglæpum liðsmanna sinna. Ísraelska dagblaðið Haaretz hefur eftir hermönnum að þeir hafi fengið skipanir að skjóta fólk sem mætir snemma í röð eftir hjálpargögnum á Gaza. Tugir hafa látið lífið í þessum árásum. Þrátt fyrir rannsóknina hafnar Ísraelsher þessum ásökunum alfarið og segir alveg bannað að gera vísvitandi árásir á almenna borgara. Forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu og Israel Katz varnarmálaráðherra gengu enn lengra og sökuðu Haaretz ófrægingarherferð gagnvart dygðugasta her heims. Hjálpargögnum var dreift í Gazaborg í morgun. Starfsmenn þýsku fréttastofunnar ARD náðu myndum að því þegar skothríð hófst við dreifinguna. بتنهان بصراحة هذه إهانة هذا مش تسلم مش استلام معونة تحت إطلاق النار تحت الازدحام ناس بتبكي ناس بتصرخ مصابين مرضى كبار السن كله قاعد بيموت وهذول الناس كلهم بيستنوا الدور والحمد لله رب العالمين إنه الله أكرمنا وقدرت أحصل أولادي أنا شفت الموت 5 مرات في الفترة اللي فاتت وأنا بحاول إني أجيب لقمة عيش لأولادي Katarar sem hafa miðlað málum á milli Ísraels og Hamas segjast vonast til þess að hægt sé að nota meðbyrinn sem fékkst með vopnahlés sáttmála Ísrael og Írans til þess að semja vopnahlé á Gaza og fangaskipti Ísraels og Hamas. Róbert Jóhannsson, velkomin. Hefur Bandaríkjaforseti tekið afstöðu til mögulegs vopnahlés á Gaza? Já, Donald Trump sagði við blaðamenn í gær að hann væri búinn að vera í sambandi við marga vegna þessa máls undanfarna daga. Og hann telji mögulegt að það takist að semja vopnahlé jafnvel strax í næstu viku. Bandaríkin hafi ekki tekið beinan þátt í árásunum á Ísraelsmenn og Gaza en þau gerðu það í Íranum síðustu helgi með árásum á kjarnorkusvæði. Trump boðaði þá nýjar viðræður kjarnorkumálin. Þar er eitthvað að frétta þeim? Það virðist alfarið búið að blása þessa viðræður af borðinu. Donald Trump brást ókvæða við fullyrðingu íranska æðstaklerksins Ayatollah Khamenei að Íranir hefðu borið sigur úr býtum gegn Ísrael og Bandaríkjunum. Hann sagðist ekki skilja hversuna svo trúaður maður léti frá sér slíka lygi. Trump fullyrðir að hann hafi þyrmt Khamenei frá ógeðfeldum og smánarlegum dauðdaga og hann hafi komið í veg fyrir að Ísrael sendi stóra flugsveit í átt að Teheran. Og eftir alla vinnuna sem hann hafi sjálfur lagt í að draga viðskiptaþvinganir Bandaríkjanna í garð Írans mögulega tilbaka, hafa hann bara fengið reiði og hatur Írana á móti. Og Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, svaraði Trump á samfélagsmiðlum í gær, bað hann að láta af þessum vanvirðandi og óásættanlegu orðum sínum í garð æðstaklerksins. Íranska þjóðin þekki virði sitt, meti sjálfstæði sitt mikils og leyfi engum öðrum að ákveða örlög sín. Akkurat. Við fylgjumst áfram með þessum helgina. Takk fyrir þetta, Róbert. Hingað heim. Barnamálaráðherra segir sláandi að tilkynningum vanrækslu barna, ofbeldi gegn börnum og á milli barna hafi fjölgað mikið. 46 tilkynningar bárust barnavernd á degi hverjum í fyrra að meðaltali. Tilkynningum til barnaverndar hefur fjölgað töluvert samkvæmt skýrslu Barna- og fjölskyldustofu sem fjallað í fréttum í vikunni. 17.000 tilkynningar bárust í fyrra sem 10% fjölgun frá fyrra ári. Tilefnið var margþætt. Flestar tilkynningar voru vegna vanrækslu, rúm 40%,
Ofbeldi gegn börnum í fjórðungi tilfella, rúmlega þriðjungur var vegna áhættuhegðunar og 1% var hlutfall tilkynningar þar sem heilsu eða lífi ófædds barns var stefnt í hættu. Barna- og menntamálaráðherra segir tölunar sláandi. Við munum rýna í allar þessar tölur og við erum þegar byrjað að rýna í tölunar og eitt af því sem kannski jákvætt í þessu það að börn eru að segja sjálf frá ofbeldinu. Þá getum við gripið fyrr inn í en við munum skoða þetta og rýna þetta mjög vel og bregðast við. Mest fjölgaði tilkynningum vegna neyslu barna og vímuefnum eða öðrum skaðlegum efnum eða 60%. Þá fjölgaði tilkynningum börn sem beita ofbeldi og vegna afbrota barns. Guðmundur Ingi segir að auka þurfi forvarnir. Þetta tókst á sín tíma að útrýma reykingum svo til algjörlega og núna þurfum við að bara bregðast við þessu og þetta bara okkar áskorun og við munum taka það og við munum breyta verðmætan og auka forvarnir. Skipulagsmál hafa tafið úrbætur við Stuðlagil að sögn landeiganda. Tímabærar fallvarnir verða loks settar upp Klausturselsmegin í sumar en það hrapaði kona til bana í fyrra. Stuðlagil vinsælasti ferðamannastaður Austurlands og í ár hafa þegar 77.000 manns skoðað þennan töfra stað. Grundarmegin hafa fengist hæstu styrkir úr framkvæmdasjóði til aðgengis og öryggisúrbóta en lítið hefur lagast Klausturselsmegin hingað til. Nú eru loks fyrstu fallvarnirnar í smíðum á verkstæði MSVaff á Egilsstöðum. Framkvæmdasjóður ferðamannastaða og landeigendur standa að þessu en þeir hafa lengi þurft að horfa upp á hættuna og ekki síður hvernig svæðið hefur troðist niður í svað og gróður eyðilagst. Það stendur til að setja upp eina 3 palla hérna eða öryggisgirðingar til þess að draga úr hættu hérna við gilið. Hér hefur ekkert verið hægt að gera fram að þessum tíma við gilið sjálft þar sem að það vantað leyfi fyrir eða klára skipulagsmál sem eru búin að taka ótrúlega langan tíma og það hefur ekki skort áhuga hjá landeiganda eða uppbyggingarsjóði ferðamannastaða. Það eru skipulagsmálin fyrst og síðast sem að hafa tafið alla framkvæmdir. Grundarmegin við gilið klárast í sumar miklar aðgengis- og öryggisframkvæmdir við stíga, palla og stiga. Miðað við hvernig ferðamennirnir klöngarast þyrfti líklega stiga niður í gilið Klausturselsmegin líka og fleiri úrbætur eru áformaðar þar á næstu árum. Sennilega verður þó seint hægt að girða fyrir allar hætturnar. Til þess þyrfti að loka vinsælum leiðum eða þekja svæðið í handriðum og járnstigum. Það var nú allavega mín draumsýn að við myndum nota bara náttúrulegt efni Stuðlands sem að fallið og gera tröppur úr þeim þannig að við værum ekki að koma með einhvern manngert efni hérna heldur notum náttúruna til þess að auka öryggi og aðgengi. Tugir þúsunda tóku þátt í Pride-göngu í Búdapest í dag til stuðnings hinsegin fólki í Ungverjalandi. Hátíðargestir sögðu mikilvægt að standa saman gegn órétti. Varnaðar orð ungverska forsætisráðherrans Viktors Orbáns að þáttakendur í göngunni yrðu að þola afleiðingar þess þutu sem vindur í gegnum eyru þeirra tuga ef ekki hundruða þúsunda sem voru samankomin til að fagna fjölbreytileikanum í Búdapest í dag. Orbán og ríkisstjórn hans samþykkti lög fyrr á árinu sem bönnuðu gönguna og þrengdi þannig enn að rétti hinsegin fólks í Ungverjalandi. Viðurlög við því að taka þátt í göngunni eru 500 evra sekt, jafnvirði 70.000 króna. Myndavélum með andlitsgreiningarbúnaði var komið fyrir á gönguleiðinni til þess að bera kennsla á þáttakendur. Borgarstjóri Búdapest, Gergely Karacsony, stóð keikur gegn forsætisráðherranum og ríkisstjórn hans og hélt göngunni til streitu. Hann sagði skilaboð þeirra sem voru saman komin í dag hvaðan æfa að úr heiminum vera skýr. Ungverjar krefist frelsis, virðingar og jafnréttis. I feel like I am fighting for freedom without the US taxpayers having to spend a dime. This is our common fight. Like the right-wing governments everywhere want to take away our freedoms, and like we need to stick together. We need to fight together if we want to actually win. Like if we want to be able to live as ourselves. Én külföldre jöttem haza most csak erre az egy napra, és én is most vagyok kint először a Pride-on, de ezen a ponton ez nem csak az LGBTQI+ közösségről szól, hanem az emberi jogokról és
Já, þetta gekk mjög vel, en það virkilega stór hópur af fólki, yfir 200.000 manns sem mættu þarna til þess að ganga til stuðnings hinsegin fólki, bæði hérna í Ungverjalandi og í raun og veru þá bara í heiminum öllum. Við erum náttúrulega ákveðin afstæð bara að mæta. Við höfum fengið fregnir af því og fengum fregnir af því að hópar, öfgahægri hópar hefðu búið að koma sér og fengi leyfi til þess að koma og mótmæla. Við höfum lítið vör við þau. En það bara svo mikið færri og ég held einhvern veginn eftir daginn í dag að sannist, svo ég leyfi mér nú bara að segja það að ástin sigrar. Ég held að fólk hafi ekki átt vonað að þetta yrði svona gríðarlegur fjöldi fólks og sannast bara hvað skiptir máli hvert og eitt okkar mæti og taki afstöðu. Og lögleg hinsegin ganga var gengin í Borgarnesi í dag þar sem glitti í glitrandi steina, litadýrð og sólskinsbros. Fjölmenni kom saman á hinsegin hátíð Vesturlands. Skiptir máli að halda svona hátíð árlega? Ég held að sé bara ekki spurning. Bara þetta gerir rosalega mikið fyrir okkur hinsegin samfélagið og það bara sýnir sig í heiminum í dag að það er grínilega mikilvægt að minna á réttind okkar því þau eru ekki meitluð í steinskóm, því miður. Hvernig heldur andrúmsloftið verði hér í dag? Vonandi bara tár og gleði og baráttu andi líka. Og taka íbúar þátt? Heldur betur. Það er allir bara mjög taka mjög mikið þátt og hafa bara mjög gaman og eru að mæta vel á þessu viðburði, þannig að það er sem bara frábært. Er mikil samkennd í Borgarnesi? Já, ég myndi segja það. Það var alveg smekkfull kirkjan í gær í Regnbogamessunni. Það var smekkfull bryggjan hérna í gær líka þegar var hérna mikið að vera, þannig að það er allir á eitt að skemmta þessu saman, vel saman. Segðu mér aðeins frá þessum flottum fötum sem þú ert í. Herði, já, hún heitir Isabel, Ismo Atelier. Hún gerði föt fyrir mig fyrir bara Pride sumarið. Við fórum til DC og World Pride, það var eins og þar og verið eins og hér og líka á Reykjavík Pride. Er þessi dagur mikilvægur? Mjög svo. Og bara það er svo mikilvægt að sýna bara hvað hinsegin fjölbreytileikinn og ástin og samhöldin er allt land og allstaðar. Þannig að vera með hinsegin hátíðir allt land í allt sumar er bara ótrúlega fallegt og þetta er fyrir okkur öll. Það er bara svoleiðis. Þingfundi var slitið á 4. tímanum í dag. Hann hafði þá staðið frá klukkan 10 í morgun. Veiðigjaldið var ekki á dagskrá heldur aðeins mál sem þingflokkarnir voru sammála að klára. Næsti þingfundur hefst klukkan 10 á mánudag en dagskrá liggur ekki fyrir. Formenn þingflokkana funda helgina til þess að freista þess að komast að samkomulagi þinglok. Og samstöðin ætlar að slá Íslandsmet í beinni útsendingu þjóðmálaþáttar með maraþon útsendingu sem hófst snemma í morgun. Rebekka Líf Ingadóttir, hvernig gengur þetta? Það gengur vel, eins og þú segir, þá er maraþon málþóf hér í samstöðinni til stuðnings sjálfstæði stöðvarinnar og hér hjá mér er Gunnar Smári Egilsson, ritstjóri samstöðarinnar. Gunnar Smári, hvers vegna eru þið að þessu? Við erum bara að vekja athygli á því að það sem að drífur samstöðuna áfram eru sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem að gerist áskrifandi. Það er það sem að gerir þetta áfram. Við erum ekki stór auglýsingastöð og við erum ekki með svona fjárhagslega bakkjarla aðra. Þannig að það er mjög mikilvægt að fólk telur samstöðu vera mikilvægt fyrirbrigði í samfélaginu, mikilvægt fyrir lýðræði og fleira, að allir leggi sitt til. Það kostar nú ekki mikið, það er 2750 að vera áskrifandi þetta. Mér er sagt að það sé 90 krónur á dag. Þannig að við erum eiginlega bara já, vekja athygli á því að við þetta er eiginlega svona eins og kallað business modelið, að við erum með dagskrá og svo látum við bara baukinn ganga og nú erum við að láta baukinn ganga. Og eru þið að þessu til að bjarga stöðinni? Já, að sumleyti það er náttúrulega alltaf barningur við að reka fjölmiðla hverju sinni og ég get ekki sagt að við séum einhvern veginn fyrir vind og svona verður það örugglega ekki næstu 3 árin og kannski þurfum við að gera þetta aftur en okkur finnst þetta bara gaman að reyna við þetta. Við erum búin að vera núna í rúma 10 tíma, við byrjum kl. 7 í morgun og við ætlum að vera alla nóttina og fram á morgundaginn og ég held að við séum búin að slá Íslandsmet í lengd beinnar útsendingar á dægumálaþátti. Og það hefði þetta verið miklar erjur innan Sósíalistaflokksins. Eru þessi útsending einhver þáttur í þeim erjun? Já, það er náttúrulega ný stjórn í flokknum hefur svona gefið út að þau vilji ekki styrkja samstöðuna áfram nema að einhverjum skilyrðum sem við getum náttúrulega ekki fallist á. Þannig að við þurfum að finna aðra leiðir til þess að fá inn fé.
Fólk getur líka auglýst af samstöðum og fleira, þannig að þetta svona hluti af því að slíta eða gera okkur öruggari. Þess vegna segjum við að þetta sé til stuðnings sjálfstæði samstöðunar. Og ný stjórn sósíalista sakar þig og fyrrverandi framkvæmdastjórn að tæma sjóði flokksins og reka þau úr þessu húsnæði. Er þetta rétt? Nei, þetta bara einhverju þvæla. Það Sósíalistaflokkurinn ákvað að verja fé, annars var í vorstjórnina og hins var í alþjóðfélagi til þess að byggja upp samstöðuna. Þetta bara ákvarðanir sem teknar á vegum flokksins og vera að saka okkur það að vera að tæma sjóði. Ég veit ekki hvað þetta kemur, ég held að þau eigi féð sem að Sósíalistaflokkurinn fékk hérna fyrir nokkrum árum og ráðstafa með þessum hætti. Þau eru að gera okkur kröfum að endurheimta það féð. Þetta algjörlega glórulaust og bara hluti af einhverju rógsherferð sem verið í gangi. Takk fyrir þetta Gunnar Smári, en það ætla fleiri að vera að í alla nótt. Er það ekki rétt, Sigrún? Jú, heldur betur. Hér erum við með siglingafélagi Reykjavíkur, Brokey, sem er einmitt á sólarhringssiglingu. Byrjuðu klukkan 8 í morgun og ætla að klára klukkan 8 í fyrramálið. Elías, hversun er að þessu? Við erum að safna styrkjum fyrir afrekshópinn í Brokey og til þess að krakkanir í Brokey komist til útlanda að keppa á minna verði. Er langt síðan að þú byrjar að sigla? Það bil 8 ár og ég er búinn að vera að þjálfa í svona 4. Og er þetta alltaf jafn skemmtileg? Þetta er alltaf jafn gaman, alltaf nýjar aðstæður, alltaf jafn skemmtilegi félagar og þjálfarinn er alltaf geggjaðir líka. En Daniel, hvað segir þú? Verðið þið ekki sjóveikir og þreyttir þegar þið klárið í fyrramálið? Við erum örugglega þreyttir en við erum ekkert sjóveikir. Örugglega ekki. Eru þið búin að sigla síðan 8 í morgun? Já. Þið ætlaði að sigla allan tíma? Já. Hvernig heldur að vera í nótt? Bara stemming, sko. Hvað er svona það besta við að sigla? Bara að vera úti, vera í öldunum og út á sjó og vera með félögum. Er það alltaf góð tilfinning? Já. Hvenær byrjaði þú að sigla? 2018. Og ætlar að halda bara ótrauður áfram? Já. Og hvernig bátur er þetta sem þú ert á? RS Quest. Það er Harkan 6 hérna í Fossvoginum og við kveðjum og höldum áfram að sigla. Akkurat á þessum fína báti. Takk fyrir þetta, Sigrún. Stórfelldar breytingar gætu orðið á Þórsmörk miðað við auglýsingar og lóðum sem boðnar hafa verið til leigu. Byggingar þar gætu orðið margfalt stærri en nú er. Þetta er bara einn af mínum uppáhaldsstöðum og mér líður hvergi betur. Þórsmörk og nágrenni hefur lengi verið eitt vinsælasta útilegu og útivistarsvæði landsins og ófáir eiga góðar minningar frá mörkinni. Rangárþing eystra hefur auglýst lóðir til leigu hér í Básum í Goðalandi en einnig í Langadal og Húsadal í Þórsmörk og við Emstrur. Þá er ein lóð auglýst í Slippugili. Ferðaskrifstofan Icelandia EHF sóttu lóðirnar í Básum, Langadal, Emstrum og Slippugili. En dótturfyrirtækið Kynnisferðir rekur hálendisrútuna sem ekur daglega í Þórsmörk á sumrin. Nú þegar er Ferðafélag Íslands með starfsemi í Húsadal, Langadal og við Emstrur, Bandalag íslenskra farfugla í Slippugili og útivist með starfsemi í Básum. Þessi félög sóttu öllum að leigja þær lóðir áfram. Já, útivist er búin að vera hér í 45 ár. Og þeir hafa unnið bara mjög óeigingjarnt starf hérna og byggt upp þessa skála og alla aðstöðu hér. Mestmegnis í sjálfboðinu. Samanlögð stærð lóðana sem boðnar eru út eru tæplega 25 hektarar og samanlagt leyfilegt byggingarmagn tæpir 4.000 fermetrar sem er margfalt meira en er nú. Á einni lóðinni í Húsadal er einnig gert ráð fyrir heitum pottum, heildarfjöldi gistirýma liggur ekki fyrir. Helst held ég að allir útivistafélagar vilji halda þessu svæði sem mest óbreyttu en að það sé aðgengilegt fyrir alla. Og þó að haldið sé í gamlar hefðir og áhersla lögð á tjaldsvæði og gistingu á viðráðanlegu verði fyrir alla, er ekki þar með sagt að ekki sé hægt að leyfa sér smá lúxus, líkt og verið var að undirbúa fyrir lítinn hóp gesta þegar fréttastofu bara garði. Náttúran hérna er náttúrulega algjörlega óviðjafnaleg og hverju þarf að breyta á svona dásamlega fallegum stað. Barnamenningu var gert hátt undir höfði á Víðistaðatúni í Hafnarfirði í dag á barnahátíðinni Kátt sem er haldin helgina. Veðrið lék við hátíðagestina og boðið var upp á skemmtiatriði og afþreyingu af ýmsu tagi.
Ímyndunarafli réði för þegar fjölbreyttar kórónur voru föndraðar úr ýmsum gróðri. Veiðimenn kipptu sér ekki upp við að lítið fiskaðist, en björguðu í staðinn öndum úr tjörnum og framtíðargraffarar munduðu spreybrúsa. Þá að veðri. Á morgun verður dálítið lægðardrag yfir landinu. Þá verður vindur hægur og breytilegur og skýjað að mestu og víða vætusamt, en yfirleitt þurrt á Vestfjörðum. Hiti 5 til 15 stig mildast á Suðausturlandi. Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Óvissa það hvort ein allra besta fótboltakona heims geti verið með á Evrópumótinu sem hefst í Sviss í vikunni. Við sjáum brot úr þætti Evrópska knattspyrnusambandsins sem fjallar Sveindísi Jane Jónsdóttur. Heimsmet féll í 250 metra skeiði á Íslandsmótinu í hestaíþróttum í dag. Svo það Íslandsmótið í götuhjólreiðum, landsmót ÖMFÍ fyrir 50 ára og eldri og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir helstu atriði fréttatímans. Katar og Bandaríkin vona að hægt verði að miðla málum á milli Ísraels og Hamas á næstu dögum. Ísraelsher rannsakar mögulega stríðsglæpi hermanna sinna á Gaza. Löngu tímabærar fallvarnir verða settar upp Klausturselsmegin við Stuðlagil í sumar, en þar hrapaði kona til bana í fyrra. Landeigandi segir að skipulagsmál hafi tafið úrbætur. Barnamálaráðherra segir sláandi hve mikið tilkynningum til barnaverndar hafi fjölgað. Bregðast þurfi við og auka forvarnir. Mun fleiri og stærri byggingar gætu risið í Þórsmörk en eru þar nú, miðað við auglýsingar sveitarfélagsins á lóðum sem eru þar til leigu. Staðarhaldari í Básum vonar að ekki verði gerðar of miklar breytingar á svæðinu. Og metfjöldi tók þátt í Pride-göngu í Búdapest í Ungverjalandi í dag sem stjórnvöld höfðu bannað. Það er ákveðin afstaða að mæta, segir formaður samtakanna 78 sem var í göngunni með hópi Íslendinga. Næstu fréttir verði í útvarpi klukkan 10 í kvöld og á ruv.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. Þessum fréttatíma er lokið, verið sæl. Halló. Hörðu, Vestfirðirnir kalla. Vá, það er rosalegt. Við getum keyrt til Ísafjarðar og tökum bátinn í Vigur. Ég hef bara aldrei heyrt þessa eyju nefnda, sko. Ég hafði hugsað mér að þetta yrði bara svona svolítið lítil og krúttleg veisla, sko. Einhver rómantík í eyjunni, það er alveg komin tíma á það, sko. Við tveir setjumst niður og horfumst aðeins í augu og jarðtengjum okkur. Alltaf pínu stressaður þegar þú horfir svona á mig, sko. Ég hlakka til.